Við skulum koma að því aðeins betur á eftir, en það eitt sem þú eyðir dálítið löngu máli, það að segja í það að við munum ekki geta unnið okkur út úr kreppunum með opinberum framkvæmdum eins og vegaframkvæmdum og því að byggja stóra spítala og svoleiðis. Já, sko, það alveg rétt að auðvitað hægt að reikna út arðsemi að nýjum vegum. Vegir styttast og vegir verða betri þannig að bílar slitna minna og svo framvegis. En bein peningaleg arðsemi eins og við þurfum á að halda í dag, að það fáum við ekki með því að byggja nýja vegi eða byggja sjúkrahús og svo framvegis. Þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að menn horfi til nýrra verkefna sem skapa ný störf. Já. Og ég held að, og ég mjög undraði til dæmis eins og samtökum atvinnulífsins og ASÍ þegar þeir eru að krefjast þess að ríkisstjórnin standi við vegaframkvæmdir sem þeir skrifuðu upp á fyrir einhverjum 2 árum síðan eða hvenær það var. Þegar ríkisstjórnin gerði þá samninga, þá tel ég, þó ég ætla ekki að fara að fullyrða það, þá tel ég að þeir hafi gert ráð fyrir því á sama tíma væru önnur verkefni farin á stað hjá einkageiranum. Verkefni sem að myndu skapa ný störf inn í framtíðina sem gætu þá staðið undir skuldaaukningu ríkissjóðs vegna nýrra vegaframkvæmda og svo framvegis. Þannig að ég bara vara við því að menn fara út í ætla að fara að vinna okkur út úr atvinnuleysi með nýjum framkvæmdum á vegu ríkisins sem kostar verða með nýjum lántökum sem þýðir bara auknar skuldir inn í framtíðina og miklu meiri skattaálögur og svo framvegis. Og það þessi einkaframkvæmd sem menn hafa verið að tala. Jú, sko, þetta umræðan svo sérstök að það liggur fyrir að í þessu samkomulagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að þá ríkissjóði ekki frjálst að stofna til svo mikilla skulda. Og þá finna menn það upp eins og sveitarfélög voru að gera hér fyrir sem voru orðnir skuldu, þá finna menn það upp að það er hægt að gera þetta gegnum svokallaða einkaframkvæmd. Þá eru stofnað eitthvað fyrirtæki, skuldirnar bókaðar á það fyrirtæki sem ekki inn í efnahagsreikning ríkissjóðs, en ríkissjóður á að borga allt saman. Þannig ég sé engan mismun á því hvort að þetta er bara inn í ríkissjóði, hjá ríkissjóði eða þar fyrir utan. Og eins og ég segi þarna í greininu, þá held ég að menn verður líka það verður að vara mjög við allir þessar umræðum einkaframkvæmd. Hún hefur að mestu leyti mistekist hér á Íslandi og við höfum bara tónlistarhúsið og ráðstefnuhöllina Hörpu sem dæmi sem hefur gjörsamlega farið úr böndunum. Og ekki var það gott hjá sumum sveitafélagunum heldur? Heldur ekki og sum hver sveitafélag eru í miklum fjárhagsvanda út af þessar einkaframkvæmd. Og þetta er akkurat það sama sem að menn að tala núna að fara að gera með ríkissjóðs. En svo bara spurningi, hvað gerum við til þess að, við þurfum að koma okkur út úr þessu skuldafargani, þessum erlendu skuldum, heimilin eru skuldu og það þarf að byggja hér upp atvinnu, hagvöxt og svo framvegis. Jú, það sem að við gerum eins og ég legg til í þessari grein að það er að líta heildstætt á vandamálið. Og mér er það alveg ljóst að þessar skuldir okkar eru miklar og ég held að það sé hægt að fullyrða að það er vandfundin svo fjármálastofnun út í heimi sem er tilbúin að lána Íslendingum peninga eins og staðan er í dag. Já, nema þá með einhverjum afarkjörum? Ég er ekki viss endilega með afarkjörum. Að sko, við erum að tala skuldir samkvæmt áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins íslenska þjóðarbúsins upp á okkur 4.000 milljarða. Þetta eru skuldir sem allar eru til eða mestu leyti til fyrir hrun. Ég myndi segja ef ég væri fulltrúi fjármálastofnunar erlendis, ég myndi segja ég fer ekki að lána nýjan pening inn í þennan ruslakassa sem ég nefni svo eins og hann er í dag. Takið til fyrst í þessum kassa og svo skal ég koma inn. Og ég held að við eigum mjög góða möguleika á því í dag. Seðlabanki Íslands þeim hefur tekist að koma upp mjög öflugum gjaldeyrisforða. Og ég held að þetta gefa okkur tækifæri til þess að semja þessu skuldir. Hluta til hægt að tala niðurfellingu á skuldum, að hluta til hægt að tala lengingu á skuldum og svo framvegis. Þannig að þetta er sem sagt, það eru margir möguleikar í þessu en það sem styrkir okkur er að geta haft einhverja peninga þegar við förum á stað með þessa vegferð. Og bara eitt dæmi að ég held að til dæmis að sá sem að við skuldum í dag og hann sér kannski fram á það að eins og staðan er að þá eigi hann ekki möguleika að fá þetta allt borgað. Að ég er alveg sem slíkur aðili að væri tilbúin til þess að segja þið
skuldið mér þetta áfram, þið verður greiðslu, þið þurfum ekki að borga þessu næstu 10-15 árin, svo byrjuð að borga, sem þýddi það við getum þá tekið lán þar fyrir framan, sem verður borgað á næstu 10-15 árum, ný lán, og ég alveg sem að nýja lántaka, lánveitundur væri tilbúin til þess að fara á stað með nýjar framkvæmdir í uppbyggingu sem að munu skapa ný atvinnutæki inn í framtíðina til þess þá að standa undir greiðslum þessara lána. Þetta var þetta sem hann var að segja hér í fyrra, Alex Jurčevski sem var kanadískur sérfræðingur sem kom hérna og endaði nú reynda með því að fólk útrópaði hann sem einhvers konar lukkurittara, en hann var að tala að við þyrftum að endurskipuleggja skuldina. Og þetta sé ég í bara sem sagt að við værum, eins og ég set þarna fram í greininni, að við værum með svona einhvers konar hring, einn hlekkur í þeim hringi væru erlendar skuldir þjóðarbúsins, skuldir heimilana, ríkisfjármálin, atvinnumálin og svo framvegis. Og ef við bara byrjum að atvinnumálunum, það því sem sagt hópur manna kæma því máli með tillögur það hvað við getum gert í atvinnumálum til þess að skapa ný störf inn í framtíðina. Til þess að það sé hægt, að þá þarf að leysa þennan vanda gagnvart ríkinu og þennan vanda vegna skulda þjóðarbúsins og svo framvegis, þannig að hver hópur taki tillit til tillagna frá hinum og þetta er bara eins og ein stór keðja sem að hver veikasti hlekkurinn yrði veikasta málið í þeirri keðju. En þá verða menn að fara að tala alveg saman. Þá verða menn að fara að tala saman. En hvað með heimilin? Þú telur að það hefði ekki verið gert nægilega mikið fyrir skuldu heimili og alla þá sem í basli út af þessu. Þessu sem sumir kalla forsendubrest. Þegar ég kom til þín hérna fyrir 2 árum síðan, að þá skrifaði ég nokkra greinar í framhaldi af því ég fór að skoða þessar erlenda skuldir og síðan fór ég að hafa samskipti við hagsmunasamtök heimilana. Að þá meðal annars skrifaði ég greinar fyrir þeirra hönd, þar sem að við lögðum til að öll gengistri lán, þeim yrði breytt í íslenska krónur með að því gengi sem var þegar lánu voru tekin. Og síðan myndu þau taka verðbætur alveg eins og önnur íslensk lán og yrði farið með þá á sama hátt. Og það yrði líka gerð leiðrétting á verðtryggingunni. Þannig að það yrði tekið til þessara hluta sem ég var að tala um áðan. Ég held að ef þetta hefði verið gert, þá væri ástandið hérna allt öðruvísi í dag. En því miður erum við að sjá að þetta að gerast að hluta til í gegnum dómskerfi. Það búið að dæma þessi lán ólögleg. Þannig að ég held að hefði þetta verið gert þarna fyrir 2 árum síðan, þá hefði verið sátt við þetta. Það fúsum og frjálsum vilja. En það sem sérstakt við það og kemur mér mjög óvart. Og ég held líka að þó að ég ætla ekki að fara að deila við dómarann, að þá held ég að Hæstiréttur hafi ekki haft neinar forsendur til þess að reikna út afleiðingar af því þegar þeir úrskurðuðu sem svo að vextir á þessum lánu skulu vera þeir sömu eins og vextir hjá Seðlabankanum. Ég held að það hafi ekki gert sig grein fyrir afleiðingunum að þessu. Og við mögum ekki gleyma því að vextir Seðlabankans eru vextir til þess að stýra hagsveiflun á hverjum tíma. Og vera að tala um það að taka vexti í dag, sem reikna vexti tilbaka í dag, allt upp í 20% þegar að Seðlabanki var að setja á svona hátt að þeir voru að slá á þenslu. Nákvæmlega, Ég átta mikið á því hvernig þetta á að geta staðist. Nei, en þar erum við aftur komið með, eins og ég talaði um á þetta velferðarkerfi fjármagnsins í raun og veru. Já. Haraldur, þessi grein þín mikla grein, hún birtist í Mogganum, sem auglýsing í Mogganum í núna helgina og þeir sem vilja ræða þetta nánar og skoða þetta nánar, þeir geta lesið hana. En ég þakka þér kærlega fyrir að koma í það. Takk sömuleiðis.